Já, komið hjartanlega velkomin. Það Birkir og Leifur sem að heilsa ykkur úr Ellingsen stúdíónu. Já. Og við skulum kannski segja hlustendur betur frá Ellingsen á eftir. Já, gerum það. Bíðum spennt. Og aldrei að vita nefnum við minnumst aðeins á Mason Westman og Strúttur í leiðinni. Það var auðvitað Strúttur lagið en þáttu kvöldsins. Gestur Tjessa Dark í kvöldi Davíð Torfi Ólafsson, framkvæmdastjóri Íslandshótela. Og þetta náttúrulega mjög spennandi þáttur að mörgum ástæðum. Já, sorry, ég ætla bara að segja það. Já, við gætum bara ekki fengið hann á betri tíma. Nei, þetta nefnilega, tímasetningin þó ég segi sjálfur frábær. Skráning á Íslandshótelum á markað. Hófst í morgun. Útboðið hófst í morgun, já. Íslandshótel stærsta hótelkeðja landsins en félagið rekur 18 hótel og tæplega 2000 herbergi all land. Og já, eins og við komum inn að þá þetta skráning á almarka Nasdaq og útboðið ef mér skjátlast ekki því líkur miðvikudaginn 22. Já, í næstu viku. Já. En hvað sem því líður, Davíð Torfi Ólafsson, vertu hjartanlega velkomin. Kæra þakkir, gaman að vera með ykkur. Já, takk fyrir að koma. Takk. Hvernig liggur á þér? Bara mjög vel. Þetta búið að vera langur og strangur dagur. Já. Þetta búin að vera að fara á milli og kynna félagið fyrir fjárfestum og næstu dagar verða þannig. Þetta eru þéttir dagar núna framundan. Þannig að það bara mjög skemmtilegt og mjög spennandi verkefni. Já. Alveg rétt. Ég var að spyrja fyrir þátt. Þú fær ekki að vita hvernig útboðið gengur eða neitt eða eitthvað? Nei, við fáum bara að vita þegar þetta búið. Já. Þegar klukkar hringir og þá þetta allt tekið saman og þá sest yfir þetta. Klárt? Já, ljómandi gott. Sko, árun lengra haldið, þá má ég til með að minna þess að vinnu minni í Súdöpp af því að það ekki ástæðuleysu sem við gerum þetta svona slemmi þættin. Nei. Þegar nú fer hver að vera seinastur að næla sér í sérsömmuna tíma fyrir útskiptina. Hann átt að hlusta, ítta pásu? Já, ítta pásu bara og ég myndi hafa sambandi við það eins og skot. Sko. Útskiptir HÍ og HR framöndan. Glæsileg jakkaföt sem sérsniða og svo sjálfsögðu Strúttur sem að bjóða upp á danska glugga og hurðir frá Kastrup. Ingólfur og félagar. Þetta er topp fólk. Gæti ekki fengið betri með manni hérna frá Davíði sko. Þannig að þeir eru með gæði öryggi og frumlega lausnir. En sko, Davíð, ef við byrjum bara á byrjunni. Hver saga Íslandshótela? Heyrðu, já, það nú gaman að segja frá því. Þetta hófst eiginlega þannig að við opnuðum fyrsta hóteli og ég segi við vegna þess að ég var auðvitað bara smá tappi á þessum tíma. Það var þannig að faðir minn sem sagt, var nokkuð svona umsvifamikill í fasteigna uppbyggingu og við höfum verið í matvörurekstri líka á þessum tíma, reykja nokkra matvörubúðir og afi minn gerði það líka og langaði minn líka. Þannig að við komum svona úr þeim bakgrunni og það var þannig að á Rauðarastíg 37, þar sem sagt voru við búin að gera leigusamning ákveðna byggingu og það átti að fara, þetta átti að vera skrifstofuhúsnæði. Svo gekk sá leigusamningur ekki eftir þannig að faðir minn fór svolítið svona að klóra sér í hausnum hvað og ég eiginlega að gera þarna með þessa blessuðu fasteign. Og ákveður bara að svona taka stökkið og opna hótel. Þetta 1992 sko. Ferðabransinn náttúrulega bara ekki hátt skrifaður. Nei. Þú veist, það bara opna tékkareikning var pínu strempið og varst í ferðaþjónustu sko. Þannig að menn svona héldu fyrst að hann væri náttúrulega, kannski svona nett galinn að fara í þennan bransa. En hann bara hafði ákveðna sín og það var bara þannig svona til þess að gera langarsögu mjög stutt að þá gekk það hótel bara mjög vel. Þetta var lítið hótel, 30 herbyggi fyrst, svo stækkuðu við. Hvað héti þetta hótel, sorry? Hótel Reykjavík og heitir núna Foss Hótel Rauðará. Já. Þannig að þetta er ennþá í starfsemi hjá okkur. En svo þegar að Íslandsbanki ákveður að setja Holiday Inn á sölu sem núna Hótel Reykjavík Grand. Þá notaði hann tækifærið og stökk til og keypti þá eign og breytti því í Hótel Reykjavík Grand og sá strax svona tækifæri í að nýta hóteli miklu betur. Þú veist, þetta var mjög vel hannað hótel en þú var bara 100 herbergi, þú veist, vantaði fleiri ráðstefnusali, þannig að hann sá það strax að hér getum við bætt við ráðstefnusölum, fjölga herbergjum til þess að nýta svona mikjarnan á hótelinu. Þannig að hann er alltaf verið mjög svona framsýnn og svona séð hlutina svolítið vel svona fram í tíman sko. Þannig að já, þetta var upphafið. Já, algjörlega. Kannski ég fá að spyrja því að þú sonur hans, er hann ennþá djúpt inn í rekstrinum með það?
Sko, kannski ekki djúpt í rekstrinum, en hann auðvitað stjórnarformaður og sinnir skildum sem slíkur, en hann hefur verið að koma auðvitað uppbyggingu hjá okkur og svona öllum þeim tækifærum sem við erum að skoða, uppbyggingaverkefnum og öðru slíku. Gríðarlega góður í því, hefur náttúrulega áralanga reynslu af uppbyggingu og byggingum, þannig að hann sér stundum hluti sem að ég sé ekki, en það búið að vera ómetanlegt að fylgja honum í þessu og læra af honum og hann búin að vera eins og segið allan hennar tíma í þessu, en hann stjórnarformaður og þannig að út frá því hann auðvitað með svona puttan í þessu öllu saman svona þannig, sko. Og hefur hann ennþá gaman að þessu í gamla dag? Já, ég held að sko hann nú ekki gamall svo sem, hann 72 og verður 73 þessu ári, gríðarlega góðu formi, ég vona að sé að hlusta en þannig að hann á heilmikið eftir og þannig að hann mjög vel inn í þessu og hann vinnur mikið, þú veist, hann alltaf í þeim verkefnum sem hann að sjá hann svona vakin og sofin yfir þeim ennþá, þannig að hann hvergi að baki dottinn, sko. Nei, klart. Sko, ef við byrjum að því að ræða aðeins ferðaþjónustuna almennt, að við tölum að þú hafðir orðað því að þegar Íslandshótel hófu göngu sína, það var hótelreksturinn kannski ekki sá hæst skrifaði á meðan í dag þetta bara ein stærsta stóð okkar Íslendinga, en hún fallvöld eins og aðrar og við sáum það í COVID. Hvernig staðan á ferðaþjónustunum í dag og hvernig hann að þróast? Nú, já, staðan bara mjög góð. Við erum svona búin að ná aftur fyrir styrk. Heimsfaraldurinn auðvitað hafði gríðarlega áhrif og miklu meiri áhrif kannski heldur en við svona heldum í upphafi. Þú veist, það grunaði enginn að þetta myndi vera næstu 3 ára tímabil, sko. En við læruðum líka mjög mikið í þessum heimsfaraldri. Og til dæmis það bara, þegar við vorum auðvitað með alla klær úti og bjóða gistingu fyrir Íslendingana þegar þeir máttu ekki fara til útlanda, 5 nætur, 10 nætur og annað slíkt, leifðum hunda á hótelunum og svona vorum að bara nýta öll triksinn, að þá var það gríðarlega góð auglýsing fyrir okkur og fyrir heimsfaraldur þá voru gistinætur Íslendinga á hótelum bara innan við 10%, en núna þetta í kringum 18%, þannig að einhvern veginn svona Íslendingarnir hafa svona hugsað, já, heyrðu, það bara gaman að fara út á land, þetta ótrúlega flott uppbygging í íslenskri ferðaþjónustu, veitingahúsin, all afþreyingin og þetta hótelin, þetta svona bara, þetta búið að breytast alveg ótrúlega mikið undanförum árum, þannig að það svona kennt okkur það að hlutirnir þó að það koma svona ákveðna áskoranir, þá hægt að læra af því líka og já, ég auðvitað bara sitt sem fulltrúi ferðaþjónustu fyrirtækis og auðvitað hef óbilandi trú á íslenskri ferðaþjónustu til framtíðarinnar. Við ræddum aðeins fyrir þátt, vorum að tala um það hversu stór ferðaþjónustan í raun orðin og hversu mikil túrismin sko, og við erum bara ná fyrir hæðum og við vorum í fyrir COVID hvað vorum við að tala um, 2,2 milljónir ferðamanna fyrir þetta bara að fara að halda áfram að vaksa eða hvernig sér þú þetta fyrir þér? Sko, ég held að við erum náttúrulega ekki að fara að sjá svona vöxt eins og var fyrir faraldur, sko, þar sem við vorum að sjá jafnvel 40% vöxt á milli ára. Það ekki sustainable svona til lengri tíma, en þetta vaxandi atvinnugrein á heimsvísu ferðaþjónusta og Ísland þetta áfangastaðir sem að fólk vill koma til. Við sjáum það að millistéttin í Asíu, hún búin að keyra þennan vöxt á undanförnum árum á heimsvísu, sko. Frá 2010 held ég að þetta sé 52% aukninga bara svona almennt á ferðamönnum. Við erum bara búin að sjá lítið brot af þessum ferðamönnum, sko. Þannig að ég held að svona heilbrigður vöxtur eins og gerist bara í heiminum, þetta með 3 til kannski 8% vöxtur eðlilegur hlutur og við sjáum það hjá okkur í okkar bókunum og svona erum með þannig inn í framtíðin hjá okkur, þetta svona eðlilegu vöxtur og Ísland verði þar og jafnvel eitthvað aðeins betur. Já, við vorum með Lárus Velding hjá okkur í daginn hann sem hann var að tala mjög góð þáttur þar tala að ætti mögulega og var svona kannski aðeins að biðla til ferðaþjónustunar að þetta leggja meiri áherslu á þessa lúxusferðaþjónustu og horfa frekar í ekki hægt að horfa á fjöldan, að horfa meiri hver ferðamaður að koma með í þjóðabúið. Ertu sammála þeirri nálgun?
Já, ég algjörlega sammála því og við höfum að hætta að vera að telja þess að hausa svolítið svona að vera voðalega upptíkin af því þó þetta, allt skiptir þetta máli en við verðum í raun og veru bara að tryggja það að því að við erum ekkit ódýr áfangastaður að ferðamaðurinn sé að fá fyrir peningin. Mér er mjög minnistatt þegar ég fór á gist á Four Seasons hótelinu á Park Lane í London, gríðarlega flott hótel, 5-stjörnu hótel, nóttin kostaði yfir 100 skall á þeim tíma, mikið fyrir mig á þeim tíma en þetta var hverra krónu virði. Þú veist, upplifunin var þannig og það er það sem við þurfum að tryggja hjá okkur að upplifunin sé góð, þá einhvern veginn hangir þetta saman, þá auðvitað er það bara þannig að við fáum og við sjáum það með því að við erum búin að efla gæðin í afþreyingunni og hótelunum, þá koma þannig ferðamenn. Það eru 5-stjörnu hótel búin að opna, resort í Bláalónu og öðru slíku. Þetta allt saman hjálpar okkur til þess að fá þessa ferðamenn sem við viljum fá. Hinir eru þetta alltaf með, en það má kannski segja hérna fyrir heimsfaraldurinn þegar að flugfargjöldin voru mjög ódýr, að þá voru við svolítið að fá svona bakbókaferðalangan og þú veist svona einhver ævintýramennsku og annað slíkt sko. Þetta er fólk oft svona ungt fólk, það líka efnast og kemur síðan bara aftur setna með fjölskylduna og er þá bara búin að breytast yfir í hennan svona betur borgandi ferðamann sko. Já. Þú nefnir hann að Bláalóni, það er nú spennandi hlutir að gerast fyrir norðan líka þegar ekki? Hjá okkur? Já. Já. Við erum sem sagt hérna og það er nú komið fram í fjölmiðlum, við auðvitað erum að fara með fólkinu sem að reka skógaböðin á Akureyri að byggja nýtt hótel þar við skógaböðin, 4-stjörnu svona high-klassa resort, 120 herbergi og með gríðarlega flottu spæ hann inni á 2 hæðum og þú getur raun og veru sint sko frá spæðinu og hótelinu yfir í skógaböðin, stoppað á leiðinu og fengið drikk á barnum og þannig að það verður gríðarlega flott og er gríðarlega flott verkefni, við erum með alveg bara bestu hönnuði landsins í svona hótelum og baðstöðum með okkur í þessu verkefni og þannig að já, það er bara byrjað og við ætlum okkur að opna það árunni 26. Það er flott á marganátt en einmitt líka bara þegar við erum að tala virðisaukann og fyrir ferðamannin að hafa þetta einmitt. Já, algjörlega, ég er kannski með eina spurningu sem ég var dætt í kollin á mig núna bara fyrst spurning sko, af hverju er ekki fleiri 5-stjörnu hótel í Íslandi? Af því að sama hvert ég fer út í heim, þá finnst mér vera alls konar viðbjóðslega 5-stjörnu hótel en svo er svo fá hérna á Íslandi, af hverju er þetta? Sko þegar þú ert að reka 5-stjörnu hótel þá þarftu að bjóða upp á ákveðna þjónustu þú þarft að innviðir hótelsins og annars slíkt þarf að vera á ákveðin hátt sem er svo sem ekki stór vandamál það sem er kannski mesta vandamál í þessu það er raun og veru þetta gæðastig sem þú þarft að bjóða upp á þú þarft að geta sem gestur fengið steik og bernes klukkan 3 nótt sko. Þannig að það er alltaf ykkur kokkur á vakt til dæmis og það er ákveðin fjöldi af starfsfólki sem þarf að vera per herbergi til dæmis eins og í þessum stóru keðjum sem eru með 5-stjörnu keðjunar þannig að á Íslandi er ákveðin áskorun að reka svona hótel vegna þess að launakostnaður í Íslandi eru þetta mjög hár og það er ekkert að bera það saman við launakostnaður sem gerist út í heimi og við þurfum ekkert að fara langt, við getum bara að skoða Bretland, við getum skoða Spán, við getum auðvitað tala um við fyrir niður í Asíu sko, þar sem þessi 5-stjörnu brönd eru mikið Ritz-Carlton, Four Seasons og öll þessi hótel. Við munum ekki geta rekið svona hótel hérna á Íslandi undir þessum kröfum sem þeir gera nema að fá ykkur að smá undanþágu og ég en það er samt þannig að það er auðvitað gott fyrir okkur að hafa þessi 5-stjörnu hótel við erum ekki í 5-stjörnu bransanum það bara hendur okkur ekki við erum meira að horfa á 4- og 3-stjörnu hótel en við hins vegar höfum verið að efla þessi gæði og við sjáum eins og með nýja hótel okkar Hótel Reykjavík Saga niður í Lækjargötu þar eru við í svona 4-stjörnu plus gæðum og erum auðvitað að keppa við 5-stjörnu hótelin og það er auðvitað bara þannig að þegar að opna 5-stjörnu hótel þá dreifist þetta líka niður á markaðin eða hótelin svona í nálað við 5-stjörnuna að þau njóta líka góðsæði. Mér finnst líka bara, þú getur nefnt Grand Hotel og fleiri, þú veist, ef að stjörnundum myndi ekki standa utan á byggingunni þá get ég alveg trúið að þetta væri 5-stjörnu hótel, ég er ekki sérfræðingur í þessum fræðum en svo eins og ég er alltaf brendur, ég fara á nokkuð 5-stjörnu hótel sem verður bara alls ekkert frábær sko. Nei.
Nei, það eiginlega þannig líka sko að það eru svona sum lönd sem að standa sig mjög ill í þessu. Úst, ég hef alveg gist á nokkrum 5-stjörnu hótelum til dæmis út á Spáni sem hafa ekkert verið 5-stjörnu hótel sko. Og þannig að ég hef alltaf sagt sko að svona, þú veist, ef þú ferð Spáni og gistir á okkur 5-stjörnu hóteli þá er svona svipað að gista svona eins og 3-stjörnu plus hóteli. Það hefur verið svona mín upplifun allavega. En við höfum passað upp á þetta hérna heima sem betur fer, ég meina við sjáum þessi 5-stjörnu hótel, þessi 2 sem er í gangi hérna heima, þau eru bara flott og auðvitað er editionir í bæ, þetta er auðvitað bara þannig hótel að það þarf uppfylla ákveðin gæði og standa þennan alþjóðlega samanburð og annað slíkt. Já, algjörlega, kannski eitt sem ég langar að taka og tala náttúrulega að vera, sko margir hafa kvartað eitthvað ferðaþjónustan er orðin stór þáttur í íslensku hagkerfi. Gylfi Zoega til dæmis talaði ókosti ferðaþjónustu sem líkistöðu hagkerfinu og talar láglaunagrein í hálauналandi. Hvað finnst þér svona athugasemdir? Já, ég veit nú ekki alveg hvað ég var að segja við þessu. Ef við höfum ekki haft ferðaþjónustuna bara þegar við komum hérna til dæmis út úr hruninu, hvar stæðum við þá? Við erum 32% af útflutningnum kemur frá ferðaþjónustu, við erum stærsta útflutningsgreinin. Við sem sagt sköpum mestu gjaldeyristekjurnar og það er það sem að skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íslenskt efnahagslíf. Þannig að ég held að og þessi láglauna hérna tala eru þetta í hvað samaburð spyr maður þá. Þannig að laun hafa hækkað 40-50% frá árinu 2018, 2019 taxtalaunin og þannig að þau eru algjörlega bara mjög góð í dag þannig og standast auðvitað allan samanburð erlendis sko. Þannig að svona ummæli, ég meina hann bara hefur sína skoðun á því en ég er auðvitað ekki sammála. Nei, svo sá maður daginn úr einu í allt annað, þú veist, var ekki eitthvað mótmæli og tenni og einhverjum löndum að því að út af ferðamannabransanum einmitt sko. Heldur að það verði þannig á Íslandi bráðum? Nei, sko ég held að þarna erum við að tala um það eru milljónir í sko, ég man ekki hvað koma margir til Tenerife á hverju ári. Milljón Íslendingar allavega? Ja, milljón Íslendingar, alveg pottið. Þannig að, og við erum að sjá eins og löndi svo Malta og svona sem eru að fá sko 4-5 milljónir ferðamanna til sín sko, land sem er minni en Ísland. Þannig að þarna auðvitað er ekki hægt að líka þess alveg saman. Það verkefnið okkar er kannski fyrst og fremst að reyna að dreifa ferðamannum meiri yfir árið, dreifunum meiri yfir landið. Það er auðvitað yfir þessa háön svo kölluð, júlí, ágúst, þar eru auðvitað mikið af ferðamönnum og þú ferð á Þingvöll á þessum tíma, akkurat milli 9 og 5 og þá er alveg pakkað túrista þar. Þar má kannski skoða að fara aðgangsstýra meira. Við sjáum það hafi verið gert og það hefur bara lukkast mjög vel. Þannig að við höfum fullt af verkfærum í kistunni til þess að grípi til þess að sporna við ykkurum svona þróun og eigum bara að vera óhrætt að gera það. Já. Er Ísland nokkuð uppselt? Bara alls ekki. Nei. Bara alls ekki og við sjáum það auðvitað bara í nýtingum á hótelum ef það væri uppselt þá væri við öll að díla við það að væri 90% plus nýting og ársbasa hjá bara hótelum almennt en það er í kringum 68-69% þannig að við erum sko ekki uppselt og þannig að það er bara það er sko tækifæri til vaxtar. Já, klart. Það gleður okkur. Sko, þú komst aðeins inn á dreifingun á ferðamann. Hvernig er hún? Er þetta 90% á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi og 10% fyrir norðan eða er eitthvað fyrir austan, hvernig er þetta? Nei, þetta er nú ekki svona, þetta er auðvitað misjant eftir árstíðum, það er mjög góð dreifingu við sumarmánuðina en já, það er svona sko Suðurlandi er auðvitað mjög vinsælt allt árið kring. Svo ertum við svona jaðarsvæði, við erum með Fossá til Austfirði, til dæmis á Fáskrúðsfirði, Fossá til Vestfirði og Patreksfirði. Þú ert auðvitað ekki þarna með 90% nýtingu í vetramánuðina sko. Það er bara alls ekki og það er meira það þannig að suma þessum hótelum hjá okkur eru lokuð í vetramánuðina sko, bara því að það er bara ekki samgöngur og allt bara mjög erfitt. Þannig að þarna í raun og veru er tilefni til þess að gera bara betur í vetraferðamennsku og það eru sóknartækifæri þessu, alveg svo með Snæfellsnesi líka, það eru sóknartækifæri þar yfir vetramánuðin, en þá þurfa samgöngunar að vera í lagi, þannig að þetta hangir allt saman. Það er mjög vont að reka hótel ykkur staðar og það kemst enginn á hótela því að það er ekki sé til þess að vegi séu ruddir sko.
Þannig að ég veit ekki hvort þetta svaraði spurningun en ég er búin að gleyma spurningunni. Þetta var gott svar. Mæta vel svara, já. Sko, við vorum aðeins að tala 4-5 stjörnu hótel á hann. Já. Talandum 4-5 stjörnur. Talandum 5 stjörnur bara. Já, 5 stjörnur, Mason Westman. Já. Og þá erum við ekki að tala spænskar 5 stjörnur. Við erum að tala íslenskar 5 stjörnur. Westman One og það skiptir ekki máli í hvað hotn við lítum. Það kampavinni, það rósavinni. Þá sér hérna Westman One í skóaböðunum. Já, þetta aðalega gott. Steinleikur. Já, steinleikur. Á sloppnum, sko. Masonwestman.is. Já, sko, skráningin. Já. Ef við færum okkur aðeins úr almenni ferðamennsku í sko ástandi af markarum í dag. Hvenær kom til að skrá félagið markaði? Hvenær var ákveðið að fara í þetta verkefni? Þetta nú búið að vera undirbúningur sem búin að vera í gangi svolítinn tíma og við höfum svona skoðað nokkra tímasetningar í þessu samhengi en svona þessi lota hjá okkur núna, hún var ákveðin, við minnir að hún verið öðru hverju megin við áramótin sem við svona endalega ákveðum það, en fram að þeim tíma voru búin að vera undirbúið félagið núna í tvígang svona fyrir þessa vegferð og þannig að en við mátu það sem núna að þetta væri réttu tímapunktur til þess að gera það og já, þannig að það bara núna. Já. Við rættum aðeins fyrir þátt. Það náttúrulega hátt vaxtastig og íslenska kauphöllin, það mætti segja að hafi legið í hálfgerðum dvala. Já, það er mjög lítil velta allavega þessa dagana. Já, hvað kemur til að þið ákváðu að þetta veri tímapunkturinn? Já, það náttúrulega bara trú á það að það fara að rætast úr úr háu vaxtastígi og öðru slíku. Þannig að svona bara hort á það, þá getum við séð fyrir okkur mögulega að þróunin verði þegar að verðbólga hjaðnar og vexti lækka að þá komi meira líf inn á markaðinn, inn á hlutabréfamarkaðinn. Þannig að það er svona meðal annars ástæðan og svo auðvitað það þannig að meðeigendur okkar í félaginu sem S38 sem er ákveðin sjóður sem hefur ákveðin líftíma hann náttúrulega svo sem er komin á tíma þannig að við erum að grípa svona tækifæri líka en það eru reyndar lífeyrissjóður, það er eigendur inni og þeir eru að fleita hlutunum sínum áfram inn í félagi hjá okkur þess að fá hlutunum sínum fram hvað heitir það? Framselt, þannig að þeir munu halda áfram að vera stóri regnar hlutar hjá okkur þannig að en þetta er svona samspil á þessu það bara við vonum það að fara að rætast hér úr og svo þessi tímasetningu auðvitað fyrir sjóðin. Já, hefur vaxtastig áhrif á ykkur? Af því að þeir náttúrulega reyndar 80% Íslendingar en þarna við reyndar að sjá náttúrulega lækkandi vaxtastig í Evrópu þannig að það hlýtur að vera jákvætt fyrir ykkur. Já, það er svo sannarlega áhrif á okkur að því að við auðvitað erum stórt fasteignafélag líka. Einmitt. Það er búin að vera meira í mikillu uppbyggingu undanfarið og við sjáum það bara í ásreikningunum hjá félaginu hjá okkur að vaxtagjöld hafa hækkað gríðarlega mikið hjá okkur og hafa auðvitað áhrif á bottomline þannig að þetta skiptir okkur miklu máli. Já, ok. Já, sko aðeins bara að skráningunni, hvað er þetta mikil vinna að koma félagi á marka? Þetta er töluvert mikil vinna. Það er auðvitað þannig að þetta félagi er búið að vera að þróast úr svona fjölskyldu batteríi og þá auðvitað er það þannig að svona fyrir rúmum 30 árum síðan sko þá þurfti ekki að ræða við neitt mjög marga til þess að taka ákvarðanir hlutina, voru bara teknar ákvarðanir og svona, þú veist, einfalt regluvirki í kringum allt saman. Þegar að sjóðurinn kemur inn 2015 þá verður þetta heilmikil breyting hjá okkur. Þá auðvitað stjórnarhættir og annars slíkt verða svona bara taka ákveðnum breytingum. Þannig að við þekkjum þetta vel. Síðan erum við líka búin að vera með skráð skuldabréfamarkaði þannig að við þekkjum þetta umhverfi mjög vel að vera skráð félag allt í sambandi við regluvörslu og annað slíkt sko, og stjórnarhætti. Þannig að þetta erum við svona búin að vera að æfa okkur í á undanförnum árum þannig að við þekkjum það en síðan er það bara öll önnur vinna í kringum þetta, bara það að skrifa útgáfulýsingu 100 blaðsíðna útgáfulýsingu er alveg gríðarlega mikil vinna sem að þarf að fara upp í fjármálaeftirlit og þetta gengur svona fram og tilbaka, þú veist, þannig að þetta er bara handtökin eru mjög mörg. Já, og svo breytist eitthvað hjá ykkur þegar eru komin í kaupöllin, hann alltaf uppgjör 4 ári og annað, en þið tilkynnti í dag Q1, þú veist, þannig að verður þetta eitthvað mikið breyting á ykkar starfsháttum þegar eru komin svo í kaupöllina?
Í raun og veru ekki. Ég spurði nú eitt hérna góðan stjórnanda sem á er framkvæmdastjóri í félagi eða forstjóri í félagi sem fór nýverið á markað. Ég spurði hann hvað breyttist hjá honum. Kannski einna helst það að hann oftar á ári með fundi með fjárfestunum og eigandunum hjá sér sko. Þannig að það svona einna helst það sem við sjáum fyrir okkur að mun breytast. Við munum vera meira inn á að halda ákveðna kynningar og fara yfir öll uppgjörunu þetta með okkar eigandum. Þannig að það svona, en öðru leyti höldum við okkar strikki bara og við erum búin að vera í gríðarlegri, svo ég kem kannski aðeins að því að gríðarlegri innviði uppbyggingu undanfarin ár, þannig að allir innviðir félagsins eru algjörlega klárir í þetta skref, þannig að það svo sem breytist ekkit mikið þar. Hvað áttu við með þar? Innviðir. Þá bara ég að tala eins og ég talaði áðan, ég menna við erum að fara úr þessu fjölskyldu fyrirtæki og yfir í þetta núna, þetta skref sem við erum að stíga núna, það þýðir það bara að við vorum auðvitað búin að teikna upp almennilegt skipuritt, ráðin alla framkvæmdastjórana, byrjuðum að ráða þá inn 2014, taka á öllum ferlum hjá okkur, af því að auðvitað í uppganginum hérna 2016, 17, 18 þá voru allir bara að keppast á hlaupins hratt og þau gátu, opna fleiri hótel til þess að geta tekið þessu túristu sem voru allir að koma 40% aukning á milli ára og það teygðist á öllum innviðunum auðvitað og þannig að bara undanfærin ár erum við bara búin að vera að styrkja þetta auðvitað fólkið okkar, númer 1, 2 og 3 þetta auðvitað aðbúnaður á hótelunum okkar og svo auðvitað bara hvernig bakvinnslan hjá okkur tölvukerfi og annars slíkt tekjustýring og svona þessa hluti eru við allir búin að vera að vinna undanfærin ári að styrkja og þannig að félagið algjörlega klárt og í þessa vegferð. Já, spennandi. Já, mjög spennandi. Svo vil ég minnast þess á háskólanámið. Já. Að því að fresturinn til að sækja grunnnámið til 5. júní núna. Og það aldrei skemmtilegt þegar að gera þetta skemmtilegt. Þú getur náttúrulega að skoða þetta á háskólanám.is en svo þið líka með hlaðvarp. Ég elska hlaðvarp. Já, mér finnst líka bara... Það mikið að ég stofnaði hlaðvarp bara. Taktu stökki, mér finnst þetta alveg gott. Hlaðvarp, já, þetta líka... Nei, líka bara mottóið sko. Hvetja fólk bara til að taka stökki, sko. Mottóið gott. Ég hvet fólk til þess að hlusta einmitt sérstaklega á Birgittu Örvars þáttinn. Já. Vinkonu mín, hún skemmtileg og sagan líka skemmtileg. Hún byrjaði í tannsmiðinni og skipti. Einmitt. Sem eru þetta ekkert feimnismál og maður á að læra það sem mann finnst skemmtilegt og það Hvort myndir þú fara í HR eða HÍ eða? Þú veist ekki fyrir þú prófar að hvort eitthvað nám sé fyrir því en ég myndi fara í HR og ég fór þangað og undi vel við en svo kannski langar mig líka því að við erum líka með endurhlustendur Þú myndi alltaf gráða óður Já, ég get ekki valið HR, HÍ en alltaf búin við bæði núna en mér langar kannski líka að tala að svo eru fleiri góði skóla eins og Bifröst og fleira því að það henta kannski ekki öllum að vera í skóla frá 9-5 sko, þannig að þá er náttúrulega að taka gráður heimi á sér sko. Algjörlega og ef þið vantar gítar þá kíkir á rin.is eða í búðina. Svo getur alltaf gert það líka sko. Já. Og fjölskyldan verður áfram kjölfestu eigandi 227 miljón hlutir til sölu sem 41,7% af útgefnu hlutafé. Miðað við lágmarksgengið. Miðað við lágmarksgengið, rétt, já. Og miðað við lágmarksgengið þá hvað er þetta, 29 milljarðar er það ekki eftir útboðið sem sagt. Á lágmarksgenginu ertu að tala matið á félaginu? Já, það er sérst miðað við lágmarksgengið þá er þetta 29 milljarðar þegar búið að draga frá skuldirnar og það er þannig. Já. Yes. Alveg batteri og kannski eitt sem ég langar bara að segja, þú veist. Ég hvet alltaf og ég veit ekki hvort ég með íkjör þetta er náttúrulega engin bein fjármálaráðgjöf. Ég bannaði að vita fjárfestingaráðgjöf. Já, þetta er ekki bein ráðgjöf en það er bara fínt, þetta er almenn ráðgjöf að taka þátt í útboðum á Íslandi ekki Nei, það er alveg rétt á nú einhver góðu maður sem sagði að það var ágætt stjórnarbreytaregla að taka þátt í öllum útboðum. Já, bara í stundum tap maður og stundum greiði maður. Já, maður þarf ekki að taka þátt í miklu en það sem er líka áhugavert sem hann var að koma inn á sem er mjög áhugavert er að þú ekki bara þetta er ekki bara rekstur eins og hann segja, þetta er bara fasteignafélag, er það ekki? Jú, að stórum hluta, það er sko 80% á okkar efnaðisreikningi eru bara fasteignir. Þannig að það er alveg rétt sem hún segir, þetta er ekki bara rekstur, þetta eru líka fasteignir. Þannig að þú ert að fjárfesta líka í steypu. Sem að hefur ekki klikkað mikið. Sko, já, ef við komum aðeins í ársreikningana, eins og við erum okkar í pingunni, frábærir. Já. Þeir eru hættir núna þetta með ársreikningana, þannig að við tökum við. Þið skiljið í marsmáni ársreikningi 2023 þar sem að það er 500.000 króna hagnaður. Mætti segja að þetta hefur verið ykkar fyrsta
venjulega rekstrár eftir COVID? Svona stærstum hluta, já. Það auðvitað þannig að það hátt vaxtastig sem hefur áhrif á bottomline eins og ég kom inn á áðan, sko. Þannig að vaxtagjöldin voru þarna, ég man nú ekki nákvæmlega tölun en gríðarlega há þarna og jukust mikið á milli ára, þannig að það hefur áhrif á það. Og svo má segja líka að það voru COVID áhrif í svona verðlagningunni hjá okkur fyrstu mánuði ársins og jafnframt voru verkvöld í gangi hjá okkur líka, þannig að það hafði áhrif líka á tekjurnar sérstaklega í febrúar og mars. Þannig að þetta var svona ekki alveg sko hefbundið ár en það rættist vel úr því þannig að... En það ekki bara fínasti varnarsigur að skila $500 milljarða hagnaði? Jú, ég myndi segja það, við erum bara mjög ánægð með það og við sjáum auðvitað, ég meina við vorum að velta 16,8 milljörðum og EBITDA upp á 5 milljarða, þannig að 30% EBITDA, við erum mjög sátt við það. Já, algjörlega. Meira það. Já, við erum með nokkar leikir stærri hérna en við náttúrulega bara hvetjum alla til að áðurinni taka ákvörðun að kynna sér Íslandshótel, skoða ásyningin og mjög góð fjárfestakynning hjá þeim líka. En já, þú veist, EBIT 3,3 milljarðar eins og þú segir, hrein fjármagnsgjöld námið 2,7 milljörðum sko. Þannig að, já, hvert vaxtastig þarna skiptir það sem miklu máli? Skiptir gríðarlega miklu máli. Já, algjörlega, en eignirnar eru samt ekki með það náðum að 63 milljarða. Það er ekki meira það. Nei, þetta er ekki meira það. Þetta er bara... og árið í ár byrja vel, 21% tekjuvöxtur frá árinu 23. Já, það er alveg rétt, en bara benda á það, hafa það í huga að það auðvitað, við vorum hérna í verkvöldum líka í febrúar í fyrra, þannig að það hefur áhrif á reksturinn í fyrra, þannig að samaburður en enga síður er þetta góð aukning á milli ára, þannig að við erum mjög sátt við það. Já, það er eitt sem er langar að hnýti og það eru gjafir til starfsmanna, en þið tóku ákvörðun gefa öllum starfsmönnum, fastráðnum starfsmönnum hluti í félaginu? Já. Það er alveg rétt og það bara skipta okkur gríðarlega miklu máli. Við erum svona samansafn að er þetta mjög fólk sem búið að vinna mjög lengi hjá okkur og okkur fannst það bara algjörlega það skilið að fá að taka þátt í þessari gleði með okkur að skrá félag á markað. Þetta er 630 og eitthvað starfsmenn sem fá þessa gjöf og þetta er auðvitað fer svona aðeins í starfsaldri sko en þetta er alltaf 500 kalli. Og já, þannig að það er bara mikið ánægju efni og fólki okkar áta algjörlega skilið, þannig að það er bara, við erum bara mjög ánægð með það að eigendur og stjórn hafi tekið þessa ákvörðun. Já, er ekki líka bara sniðug business ákvörðun að starfsmennir áttu sjá, ég á hluti í þessu félagi, ég ætla að standa mig vel fyrir þetta félag? Jú, alveg klárlega, auðvitað og við vitum það bara sjálfur, ef maður á eitthvað í ykkur að það skiptir manni meira máli og svo þetta erum við bara spennt líka fyrir því að það komi nýju hlutafar líka inn í A-bókina, bara einstaklingar og verði svona hluti af eigundum Íslandshótela og þá þetta bara hugsaði tvisvar þeir ætla að fara að bóka hótel. Já. Að sjálfsögðu bóka Íslandshótel. Já, sjálfsögðu. Já. En ég hjó eftir einu sem er svona kannski eina sem get sett út á þeir notu Íslandsbankar sem fyrirtækjaráðgjöf, ég hefði notað Kontakt fyrirtækjaráðgjöf. Já, samanlega því. Það er svona eina sem get sett út á því, háværi fýtt sko. En Kontakt? Já, veitir ákjötu fyrirtækja og þeir eru gangi gegnum fjárhagslega erfiðleika, skipulagsbreytingar, aðra áskorunir. Eða útboða marka? Já, eða verðmat eða hvað sem er. Heyri í Kontakt. Og síðast en ekki síst, hringdulegur. Jú, hringdu eru náttúrulega okkar menn og hafa verið í svolítið tíma núna og... Þeir eru að benda fólki á ef að þú segir vini þínum að koma hringdu þá var hann fría mánuð og þú fær fría mánuð líka. Já, það er staðan og svo síðan bjóður upp á sérkjör fyrir krakka og aftur líka fyrir eldra fólk. Þeir sjá sína. Þeir gera það. Þarna bara ein spurning, þú ert kannski búin að svara þessu, hvað erum við að horfa á ef við tókum 5-10 ár fram í tíman? Hvað erum við að tala eftir? Þegar þú kemur yngar aftur til 10 ár, hvað verða margir ferðamenn að koma til Íslands þá? Já, það er náttúrulega búið að spá því að þetta verði yfir 3 milljónir ferðamanna sem að munu koma þá á þeim tíma. Ég held að það er kringum 26 eða 7 sem að við ná 3 milljónum. Auðvitað er mjög alltaf erfitt að spá, sko, þú veist, þannig en ég held að við getum alveg verið í þessari tölu og rúmlega það. Þannig að, já, ég held að það geti alveg verið. Já, sko, þessu tengt og kannski ekki beintengt en enga síður sko að því við tölum nú það að Íslandshótel væri í einhverju skilningi fasteignafélag þegar eigið langflestar og næstu allar eignirnar ykkar sko ef við horfum bara aðeins á fasteignamarkaðin þá er náttúrulega það er óvissa á Reykjanesskaganum ennþá við erum að horfa á innviðina bara ennþá í hættu á Svartsengjunu og það er mikið af innfluttu vinnuafli og fólksfjölgun hefur átt sér stað í gríðarlegu magni aðalega kannski í innfluttum aðalum en enga síður mikil fólksfjölgun og við sjáum
gríðarlegan þrýsting á íbúðamarkaðinn. Sérðu þetta, hvernig sérðu þróun á þessu? Erum við að sjá enn frekari aukningu á þrýstingi á hækkun á fasteignaverði? Já, ég held að vinur ykkar en Heiðar Már fór nú svolítið vel í gegnum þetta. Það þarf að útluta fleiri lóðum, sveitafélögin er í skuld, þau bara þurfa að útluta fleiri lóðum. Þannig að það er alveg klárt mál og það er annað sem þarf að gerast líka, það er raun og veru það þarf að taka betur á þessari leyfislausu gistingu sem er í gangi. Sem var einmitt verið að herra á Lilja, ekki? Já, sem er bara frábært og ég fagna því alveg gríðarlega vel. Getur kannski útskipt fyrir hlustendum hvað að vera að gera þar? Já, það sem sagt nei, ég geta eiginlega ekki. Leifur geta? Já, ég var einmitt sjálfur að pæla í þessu. Að fara með íbúðinu Airbnb? Já, einhvern veginn þurfti ég að reyna fjármagna íbúð, því að það er nú ekkit hlaupið að því í dag. Og sem sagt, mér sýnist á öllu að það sé verið að taka fyrir það að það sé hægt að sækja heimagistingu sem sagt allan ársins hring, það voru veitt ákveðmar gleifi fyrir því, en núna er það í raun og veru bara atvinnuhúsnæði sem getur gert það. Alveg rétt, ég er búin að vera ómörgum fundum í dag. Það sem sagt ég raun og veru verið að setja það að ef þú ætlar að vera með svona leyfiskylda gistingu þá bara þarft að borga atvinnufasteigni skatta og það er auðvitað breytingin sem verður að gera og það er í raun og veru bara gott mál, við verðum að setja öll í sama borðið. En ég kannski líka fókusa svolítið meira á þetta og það er búið að gera mjög góða hluti ef þú ætlar að setja íbúð á sölu eða sérst í auglýsana inn á Airbnb þá þarf það að hafa leyfisnúmer og annað slíkt, það er bara mjög gott mál en á árum áður eins og fyrir faraldur og annað slíkt þá var auðvitað mjög mikið í gangi svona undir borðinu sem að þarf að taka á betur og þetta hefur auðvitað þvílíka áhrif á íbúðamarkaðin bara í heild sinni leigumarkaðin alveg handónýtur og þannig að þetta hefur svona slæm áhrif á marga þætti. En hafið eitthvað skoða hvað beinu áhrif þetta hefur á ykkur ef það tekið alveg lásu? Er ekki talsvert magna af gistirum í dag Airbnb í þessu formi? Jú, og Airbnb mun alltaf vera og við þetta bara fögnum því að þeir skili þá sömum sköttum og skildum eins og við en auðvitað er það þannig að ef að það dettur út mikið úrval dettur út mikið íbúðum í þennu markaði þá mun það auðvitað koma bara meirinn á hótelin en það er auðvitað alltaf þannig að það er ákveðin hluti af ferðamönnum sem vilja gista á Airbnb svona íbúðum og öðru slíku og þetta verður alltaf en já, við fögnum því bara að það búið að taka á þessu með skattana og skildurnar. Já, bæta við þetta á ekki við dreifbílsvæði? Nei. Nei, þetta á við höfuðborgarsvæðið. Já. Íbúð og hótel, er það eitthvað sem þú pældi? Já, við höfum alveg skoðað margt í þessu en við höfum svona verið að fókusera fyrst og fremst á svona 3 og 4 stjörnu hótel eins og við komum inn á áðan þannig að við höfum ekki farið í íbúð hótel þó reyndar eigum við svona á nokkrum hótelum hjá okkur svona þannig herbergi svona stúdíuíbúðir þar sem þú getur verið með svona eldunar aðstöðu og annað slíkt og árum áður var þetta oft notað svona í langtímaleigu fyrir námsmenn og fleira sem voru að koma utan á landi og í skólan, háskólan og annað slíkt en það er voða mikið breyst. Heyrðu, langaði ykkur ekkert að bjóða í sögu? Hótel sögu? Já. Við skoðum það hótel oftar en einu sinni. Já. En það var einhvern veginn þannig að þetta var alltaf hægt við að selja þetta hótel. Bændasamtökin þetta var tekið fyrir á búnaðingi og bara ákveða eiga hótelið áfram. Það er eftirsjá að þessu hóteli. Þetta var með þvílíka sögu þetta hótel og enda hótelsaga. Já. en svo þegar kemur bara í ljós að háskólinn er að taka við þessu og þetta það er ekkert hótelana lengur. Nei. Þá og við með nýja hótel okkar Hótel Reykjavík sögu gripum nafnið að því að við erum heldur betur að segja sögu þegar við byrjum þessa framkvæmdir árið 2017 þá kemur auðvitað í ljós að það er bara þvílíka fornminjar sem að finnast þannig að það var allt sett á hold og bara gaman að segja ykkur frá því að þetta var ekkit einhverju fornminjar frá 1500 eða eitthvað svoleiðis heldur er þetta bara landnámskáli sem að finnst þarna bara alveg svo fannst þarna niðri Aðalstræti og nema töluvert stærri stór langeldur, sóðkar og ég veit ekki hvað og hvað þannig að það var allt sett á hold þarna þannig að við erum heldur betur að segja sögu þarna og svo ég held aðeins áfram með þessa fornminjar því að mér finnst þetta gríðarlega spennandi
Svo þegar forn lifafræðingarnir voru búin að vera náttúrulega að kústa og græja og gera, þá kemur í ljós undir skálanum gólf þar sem er svona merkjum það að þarna hafi jafnvel verið eitthvað byggð jafnvel fyrr. Já. Og sem sagt hjá því gólfi finnast þarna byggfræ og þá var svona spurningin, voru þessi fræ ræktuð á Íslandi eða var eitthvað sem að kom með þetta með sér frá Noregi eða eitthvað slíkt? Ef þið voru ræktuð á Íslandi þá má ég jafnvel segja það að landnámi hafi gert miklu fyrr. Þannig að þetta var sendt út til ræktunar til þess að finna út úr þessu, svo kvöldi strontiumræktun og það kemur í ljós, þetta var rækt á Íslandi og við þetta bara, yes, nú getum við sagt bara heyrðu, landnámi var 600 og eitthvað. Ég ætla að segja að fara að opna 874 pluss mínus 300 eða? Jú, nema hvað, það eru þarna ansi mikil skekkjumörk, það er ekki hægt að segja, þú veist, ákveði ártal, heldur ég held að 150-160 ár sem skekkjumörkin eru, sko. Þannig að við svona getum ekki fullyrt þetta, en það er mjög líklegt að landnámi hafi verið. Í það minnsta hafi verið einhvers konar starfsemi yfir sumar vertíð og annars lítið að koma veiða gærfugl og annað seli og fleira sko, þannig að já, þetta fannst þarna í Lækjargötu og þannig að, já, af því að saga, við vorum að tala það, ég er búin að vera aðeins á mörgum fundum í dag, þannig að Hótel Reykjavík saga, við erum heldur betur að segja sögu það, þannig að við gripum þetta nafn, auðvitað eru margir kannski eitthvað ósáttu við það, en við erum allavega að halda þessu nafn á lofti. Já, algjörlega. Þetta var kingi magnaður móli. Já, algjörlega. Herrið, þú komst aðeins inn á þetta áðan, verkfallsaðgerðirnar, ég ætla kannski bara að byrja á að spyrja opinni spurningu. Þetta er náttúrulega hafði áhrif á ykkur reksturinn 23. Við langar bara að spyrja, heldur þetta hafi haft einhver áhrif á ímynd Íslandshótela, allt þetta fíaskó sem er í gangi út af þessum verkfalli? Ég eiginlega bara get ekki svaraði, sko. Þetta var rosalega leiðilegu tími og bara svo ég nefni það, sko, það voru þetta ákveðið verkalýðsfélag sem gekk mjög hart fram. Já, Efling. Já, og þetta var bara svona orðaræðan öll, þú veist, það var alltaf að birta myndir af mér að ég væri búin að þykja eitthvað 600 milljón króna arð og ég veit ekki hvað og þetta var bara þrælabúðir og ég tímdi ekki að borga fólkinu mínu laun og veist, öll þessi umræði var mjög erfið, ég hef aldrei fengið krón í arði í þessu félagi, bara svo að það sé á kristaldæru. Þannig að og fólk auðvitað stokku upp og var með svona yfirlýsingar og fleira og ég tók þetta inn á mig og fjölskyldan gerði það líka, þannig að okkur sárnaði þetta mjög mikið. Og það er einhvern veginn þannig að þarna var bara að vera að ala á í raun og veru óvild og það var bara að vera að búa til svona brú á milli okkar og fólksins okkar sem var að vinna hjá okkur og ég get alveg sagt að bara að svona vísvitandi var svolítið verið að herja á sérstaklega eitt hótel hjá okkur af því að það hótel hafi verið lokað í COVID, voru nýbúin að opna aftur og allt nýtt starfsfólk. Það sem mótmælu voru þarna fyrir utan. Já, bara nýtt fólk að vinna hjá okkur, þannig að það var svona auðveldar að satsa inn á það og málflutningurinn var auðvitað svolítið bara, þú veist, fylgið okkur þá fáið þið hærri laun sko. Og þeir eru ógislega vondir þessi karlar sem eiga þetta félag. Þetta eru þetta sem betur fyrir þetta svona stór hluti af þjóðfélaginu sem að sér í gegnum þetta en þetta tók á að gerði það. Kannski að fá að spyrja mig sko, verkalýðsfélög þetta bara af henni góða og eins og Erpur sagði þetta í okkur daginn allt það góða sem er komið út af verkalýðsfélögum látum það liggja milli hluta. Alveg sammála því, það er margt gott komið, alveg klárt mál. Já, við höfum Helgi út af þeim sem dæmi og þögnum því en sko mega samt verkalýðsfélög bara mæta svona vinnustæði og bara taka bara fólki einhver viðtöl og tala viltu ekki fá hærri laun og það er fram til góðunum með það? Já sko, þau mega ekkert fara inn nema með okkar samþykki en þau geta auðvitað alltaf kallað sína félagsmenn til sín og svo gilda bara ákveðna leikreglur ef það eru verkföll í gangi þá hafa þau leyfi til að koma á hótelið í verkfallseftirlit og annað slíkt og þannig að það eru svona bara ákveðna leikreglur en það að mæta með gjallarhorn og komin á hótelið og garga í það út, og meiri sér að láta gestin okkur heyra það var fólk að labba yfir í eitthvað samkvæmi í næsta húsi sem að fekk það bara óþvegið og það eru þetta bara fyrir neðan allar hellur sko. Já, algjörlega. Ég ætlaði að það var einhverja spurning, hvað sögðu gestirnir eiginlega við?
Já, ég get sagt því það að erlendu gestinni, þeir skildu þetta ekki. Þeir voru auðvitað jújú, menn það ákveðin lönd sem auðvitað þekkja verkvöld mjög vil og Frakkland og fleira og svona sko. Svo voru bara aðra þjóðir sem bara aldrei sé svona, bara hvað í gangi sko. Þannig að þetta var bara leiðilegt í alla staði. Já, algjörlega, kannski bara þá til að klára þessa umræðu og bara fínt fyrir þig að fá kannski að leiðrétta þetta, en þú veist, einmitt, þú veist, að því að ástæðan fyrir að segja þetta er að þú veist að maður var eitthvað að googla fyrir þátt og þá einhver orðrum að sé talað að starfsmenn var einhver lágmarkslaunum og þeir fengi ekki viðunandi hvíld og eins og þú talaður á hann þrælabúður og er þetta ekki bara þvættingur eða? Þetta algjör þvættingur og þannig verið að vísa í einhvern Reddit þráð það sem að einhver koma fram. Ég veit ekki hvað fólk þetta hvort þetta fólk vann hjá okkur yfir höfuð, ekki hugmynd það. En auðvitað álagið stundum mikið en við auðvitað förum eftir lögum og reglum í vinnulöggjöfinni varðandi hvíldar tíma og annað slíkt þú veist, einn þrælabúður eitthvað svona, það náttúrulega bara fjarstætt, en auðvitað eru og voru kannski á þessum tíma auðvitað stór hluti okkar fólki á taxtalaunum og, en ég nefni það núna eins og ég nefndi áðan, þau eru búin að hækka 40-50% frá árinu 2018-19 þannig að þau hafa hækkað mikið sem gott en þau voru kannski lægra á þessum tíma þannig að voru þetta ég man ekki hvað orð þú notar yfir þessu laun en veist, við bara erum að spila þessar leikreglur og fylgjum þessum kjarasamningum sem að þessi stéttarfélög gera á milli sín og milli og við samtök atvinnulífsins. Ég sit ekki við það borða ákveða þessa taxta sko þannig að En var ekki helviti hart að ráða svona bara gegn ykkur eða? Okkur fannst það og það voru auðvitað margir sammála því að þetta var svona ósanngjarnt að láta lítinn hluta af félagsmönnum Eflingar, þetta voru 200 og eitthvað manns, í raun og veru taka ákvörðun það að hafna samningi sem var á borðinu, þannig að það svolítið sérstakt og geti bara tekið jafnvel 30 manna flutningsfyrirtæki að það sé bara ákveðið að segja bara nei fyrir sko fleiri 20.000, ég man ekki alveg hvað margir í Eflingu, en þannig að það svona margt galla í þessu sem þarf að skoða. Já, algjörlega. En ef við ekki að tala eitthvað skemmtilegra? Jú, skemmtilega, við erum að tala COVID núna. Ég ætla að lauma inn einni frá lengjuna á milli. Já. Þegar það nú lítið eftir að enska boltan lengja vilja einfallega hvetja menn til þess að tippa á íslenska boltan og stiða við íslenskar íþróttir með því að tippa, en þeir spyrja með tvíþætta spurningu, annars vegar með hvað lið heldur í enska og með hvað lið heldur í íslenska. Þetta nú ekki flókið, strákum mínir, ég hef verið United maður frá því ég var smápatti, Manchester United sko og það einföld ástæði fyrir því. Þegar ég var minni mig 7 ára gamall eitthvað svoleiðis, þá var faðir minn að opna búð í Garabænum og það kom enskur aðili að hjálpa honum að setja upp hillur í versluninni og hann kemur til mín og segir við mig á ensku náttúrulega og ég hef alla skildan sko, ég nú sjálfsagt örugglega verið 9 ára. Hann spyr mig hvaða liði ég haldi með í enska boltanum og ég hugsaði bara fyrsta sem ég datt í huga bara Manchester United og hann segir nei, það frábært maður, heyrðu, systir mín að vinna hjá Manchester United, ég get örugglega að retta þér árituðu plaggati. Já, og gaman eitthvað svona og svo svo leið bara tíminn 1 ár, 2 ár kom allt í einu bara postsending að utan, kom ekki bara plaggatið. Þetta var leiktíðin 85-86, þannig var Ron Atkins þjálfari, þetta var seasonið undan Ferguson. Þannig var Brian Robson og Gordon Strachan og hvað heita allir þessi kallar sko, árituð allir best wishes to David from all at MUFC. Það rosalegt. Þannig að hann stóð við sitt kallinn. Þannig að það var bara frábært. Þannig að ég er búin að United maður, alveg harður. Ég verða viðurkenna, ég fylgist ekkert voðalega mikið með íslenska boltanum, en ég er Garabæingur og ólst upp á stærstum hluta í Garabæ, þannig að það blundar alltaf stjörnu hjartað í mér. Já. Ég held að segja að hann fylgist ekki með United í dag, ég myndi líka skilja það sko. Áttu þetta plakat ennþá? Já, ég er búin að gefa sinni mínu það, þannig að hann á plakatið. Gegn því að hann myndi þá líka halda með United eitthvað. Hann er gallarður United maður, það kom nú ekkit annað til greina sko. Þú ert ekkert að segja honum það. Nei. Ég hef aldrei skilið þetta að svona heilu fjölskyldum að geta alist upp og það sem sagt sonur eða dóttir sem heldur með einhverju öðru, en ég svo sem þá hafa þau bara eitthvað meira að tala um. Hjá okkur við erum sem sagt 3 bræður og svo faðir okkar, við erum allir United með nema yngsti bróður okkar. Hann er Leedsari. Já.
og ef þú spyrir mig af hverju hann Leedsari, það mjög einföld skýring á því. Þeir þessast, ég elstur, ég var ekki með þeim í Football Manager, en þeir voru alltaf að spila Football Manager og svo voru þeir alltaf að slást sko, hver átt að fá að vera United og þá sagði þessi eldri, þú eru bara hitt United-lið, þannig að Leeds United við þennan yngsta, þannig að hann búin að vera Leedsari síðan sko. Gallharður svona kemur fyrir yngsta systkini sko, það mætir afgangi og fær Leeds og það er fá United það er ekki alltaf verið það í dag En Leeds var alveg gríðarlega skemmtilegt lið þarna á ákveðnum árum hérna með Alan Smith og flottum strákum þarna. David O'Leary var að þjálfa þarna, mjög flottir sko. Algjörlega. En algjöru tuttar auðvitað. Herru, við ætlum satt aðeins að taka COVID af því að þetta var auðvitað sögulegu tími. Sá tekniski. Sko, hvernig, ef við byrjum bara því, almenn spurning, hvernig tókstu ykkur að glíma við COVID-faraldurinn og hvernig gekk það? Já, það er þetta var mjög erfiðu tími, sko, þetta byrjaði náttúrulega fyrsta tilfelli greinist í lok febrúar, minn 28. febrúar eitthvað svoleiðis, 2020, ég fæ hringingu stutt og undan frá Sjúkratryggingum Íslands, þar sem við segja við mig, við áhuga að leigja þér heilt hótel, við þurfum að vera með sóttkvíarhótel og ég bara, jæja, er þetta bara komið út í þetta, hugsaði ég með mér, sko. Ég hafði sko, í nóvember var ég með Íslandsstofu út í Wuhan í Kína, þar sem þessi faraldur kom frá sko, þannig að en ég nú ekki, við komum örugglega ekki með hann við okkur en smakkaður leðurblökunna það? Nei, ég lét að eiga sig, ég voru lítið fyrir leðurblöku en já, þarna stöndum við fram við þessu og ég hugsaði bara með mér, ok, við erum komin í þetta, það er eitthvað mikið að fara að gerast og svo bara einhvern veginn voru við svona halda öllum hótelunum gangandi og svo bara fórum við að sjá það var bara landamærin voru að fara að lokast þannig að við vorum bara í fyrsta skipti í sögu hótelsins að fara að loka hótelum og meiri sér var það þannig að einu hótelin í bæ sem bara aldrei verið lokað og aldrei verið læst, það fannst ekki lykillinn að því var ekki hægt að loka veist, þetta var súrrealísku tími og síðan bara fóru að aukast þessar fyrirspurnir varðandi, þú veist, það var sóttkvíarhótel, sjúkrahótel og ég veit ekki hvað þetta hét nú nokkru nöfnum sko og tímabili voru að reka þarna 6 svoleiðis hótel í Reykjavík Var þetta spennandi fyrir PR-vingilinn? Nei, kannski ekki sko, þú veist, þarna var þetta fólk þurfti að dúsa inn í kannski hálfan mánuð og orðið gríðarlega skrítið að þurfa að vera svona í ykkur einangrun sko þannig að það var kannski ekki dúlega spennandi en þetta var gott fyrir okkur að fá þetta inn í reksturinn En eins og ég talaði áðan, það var auðvitað gott að fá þessa, þú veist, kynna ferðaþjónustu fyrir Íslendingum, það var mjög gott, og við stóðum auðvitað mjög vel svona þegar þetta hófst allt saman sko, þannig að auðvitað var þannig að þetta hafði áhrif á efnægin hjá okkur, klárlega, en við erum búin að ná því upp aftur, uppgangurinn er búin að vera hraður. Hjálpuðu ekki aðgerðir stjórnvalda líka eitthvað? Jú, alveg klárlega og ég hef sagt það í viðtölum að mér fannst stjórnvöld spila þetta mjög vel og ég veit að það er alveg ein manneskja sem hefur stóð þar í brúnni og hún á þakkir skili fyrir það og raun og veru auðvitað allir sem koma að þessu en hún sérstaklega, ég segi hún af því að þetta er kona. Já, einmitt og það má kannski líka benda á að því að veist, það er vorulega gagnrýndar aðgerðir stjórnvalda á þessu tíma en ég var nú að tala við Bóa Nilsson daginn og hann sagði sko, þú veist, þetta er búið að margborga sig þessar aðgerðis. Algjörlega. Þetta hefur verið ekkit voðalega skemmtilegt að koma út úr þessu og svona stór hluti að ferðaþjónustunum ekki bara gjaldþrota til dæmis. Ég er ekkit að segja að það hefur endilega gerst fyrir okkur en það hefur örugglega gerst fyrir marga. En þess að þessi úrræði voru raunveruleg úrræði og þau hjálpuðu. Klart. Já. Mér finnst svo leiðilegt að spyrja út í ferðatakmarkanir og skoðanir á þeim eftir á sko. Já, en hjálpaði það eitthvað rekstrinum að þá allavega geta nýtt gistiplásin í þessar sjúkratryggingar eða hvað sem þetta allt saman var? Já, það hjálpaði gríðarlega rekstrinum og sjúkratryggingar Íslands var okkar stærsti viðskiptavinur á þessu tíma þannig að það hjálpaði mjög mikið sko.
En mér fannst það skemmtilegt sem að nefna, sko, úrræðin sem að þið bröðu til, eins og að leyfa hunda. Já. Líka þess að spjöldin klippikortin, sko. Klippikort, já. Hvað voruð með? Hvernig virkaði það? Það var þannig að, sko, fyrsta árið, sko, þá, settu við sem sagt tilboð sem að var, 3 nætur og svo held ég 7 nætur eitthvað svoleiðis. Ég man nú ekki nákvæmlega, og seldum það bara grimt. Og sama tíma leifðum hunda á hótelunum að því að það eru hundar leifðir eiginlega á öllum hótelum meira og minnútum allan heim. Við Íslendingar höfum alltaf verið óalega sérstök með þetta, það er bara svona en auðvitað er þetta allt bundið ákveðnu reglum og þeir eru ekki að valsa ég veit ekki morgunmatnum og ná sér í skíkusneið, það er ekki þannig, þeir eru bara í búrum þar sem þeir þurfa að fara og svona helst allavega þannig að, og svona bara ákveðin herbergi sem eru þá leið fyrir hunda en þetta hafði allt áhrif þarna gæti allir fólk bara að fara í frí með hundin sín og gista á hótelum bara kannski gæti aldrei leyft sér að gista á hótelum þannig að það var bara gríðarlega gott Já, vel gert sko. Ég tala fyrir mitt leiti ég nota þetta skipta á hótel á Íslandi maður gæti gert frábært dílaðan í COVID það var aldrei skemmtilegt Það er líka þegar maður fer á hótel á Íslandi sko. þá líður maður líka sem maður sé í útlöndum sko. Það er heldur skemmtilegt sko. Já, það er alveg rétt og það við sáum það og hefur einmitt lifað mikið eins og ég kom inn á áðan ég menna, Íslendingar inn á hótelum fyrir faraldur var innan við 10% en núna er þetta 18% þannig að þeir eru að fara mjög mikið í helgarferðir sérstaklega við vetramánuðina inn á hótelin hjá okkur og það sem við erum með spa og fleira þeir eru að fara skíðagöngun námskeið eins og hjá okkur inn á Húsavík við vetramánuðina og þannig að það er alls konar í gangi og við erum alltaf með eitthvað tilboð Rómatík í Reykholti og Hugo og Húsavík og hvað þetta heitir man ekki hvað þetta heitir í Mývatnssveitinni hjá okkur tilbúið þar og eitthvað svona, danski dagar í Stykkishólmi eða eitthvað aflíka sko. Hvað er því þéttu sambandi við samstarf við tengd félög á þessum stöðum? Já, sveitarfélögin Já, sveitarfélögum líka bara kannski önnur ég veit ekki, bara gönguskíða, skóla eða skóla og fleira Mjög góður samstarfi, það er bara bæði afþreyingin öll sko sem að þeirra gestir eru náttúrulega að nota mikið hótelun okkar, við erum að selja afþreyingu á hótelun okkar líka fyrir okkar Er það ekki stór business? Það er bara mjög stór business áður fyrir var þetta allt bara í síman gesturinn kom niður í móttökun og sagði mér langar að fara inn í norðurljósaferð, ertu til að banta þá fór maður í síman og ringdi eitthvað og bantaði í dag gerist þetta allt á netinu og ferðamaðurinn sem að jafnvel getur farið í gegnum okkar heimasíðu og bóka sér ykkur afþreyingu og þannig að þetta er allt orðið svona miklu einfaldara í dag allan einfaldara fyrir suma en svo er ennþá alltaf ákveðin hluti okkar gestum sem að vilja fara niður í móttöku og spjalla við fólk og láta bóka fyrir sig sem bara frábært já og við erum auðvitað í miklu samstarfi með eins og til dæmis bara sjóböðun og Húsavík og Krauma í Borgarnesi og þannig að í Borgarfirðinum segi ég þannig að við erum bara í mjög góðu samstarfi við bæði hagaðilina sem er þá sveitafélögin auðvitað og líka þessa aðra ferðarþjónustu aðila. Kannski eitt sem ég langar að spyrja við talaðum að Airbnb hefur haft áhrif á eitthvað rekstur hversu mikil áhrif hefur það þessar booking og hótel og hvað er þeir ekki að er það ekki smá mein í þessum ég veit ekki hvað, þú þekkir náttúrulega betur en við hvað er að rífa mikið af ykkur en situr eitthvað mikið eftir ef við leifurum báður að fara að panta 2 herbergja booking og hótel sambúri við að ef við myndum fara beint í gegnum ykkur og máttu svara þessu já, ég má alveg svara þessu þetta er ekki alveg þetta er mikilvæg dreifileið fyrir alla þetta er aðeins smá miskilningur að þetta sé bara af hinnu slæma auðvitað eru þeir að fá ákveðna þóknun til sín fyrir enda annað væri kannski óeðlilegt en við erum þarna auðvitað komin bara í samband við mjög stóran hóp viðskiptavina, þeir eru auðvitað mjög öflugir, þú veist, ef þú bara ferð inn á Google og leitar ykkur á hótel og það er alltaf Booking eða Expedia eða eitthvað slíkt sem að kemur upp strax, þannig að gestirnir eru að finna okkur ofta á þessum síðum, bóka sig auðvitað mikið að í gegn líka, en svona triksið er svolítið að fara inn og finna hótelin og Booking og reyna að finna síðan bara bókunarvélina hjá þessu hótel og bóka sér beint. Já. Það er það sem við viljum líka vera í beinu sambandi við gestina því að við erum það ekki ef hann er að bóka sér gegnum svona bókunarvél. Það er bara betra fyrir okkur að hafa gestin, það er auðveldur ofta að sækja upgrade og hann að slíta úr í beinu sambandi og þeir eru oftar útluta betri herbergi ef þú ert að bóka svona beint í gegnum bókunarvélar hótelina, þannig að ég er svona ráðleg öllum að gera þetta frekar og Íslendingar
ég náttúrulega alls ekki að bóka í gegnum booking.com sko, það er náttúrulega bara ekki nógu gott en þetta mikilvægt dreifilið fyrir okkur þessa bókunarvélar. Ég pæli oft í því sko, að því að eins og segir, þetta náttúrulega frábært alveg eins og verkefnisvélun, þetta líka frábært fyrir neytendur upp á að gera að þú ert alltaf með þessa engun sem að ég tek bara sem heila með þessum geggjuð, þú veist, að því að stjörnurnar eru eitt en engunin oftast ansig góð sko. Akkurat. En ég pæli samt í ef ég myndi núna alltaf að stofna Íslandshótel 2.0, get ég ekki bara farið og gefið þér 0 stjörnur og öllu og reynda að koma þér á hausinn? Ég hef oft pælt í þessu. Jú, þú þyrftir að gera það kannski ansi oft hjá þessum hótelum sem búin að vera lengi hjá okkur kannski með 3-4 reviews eins og að kalla sko. En maður pæli bara í það því að þú veist þetta jákvætt við bara neitt að gera en svo getur þetta líka bara eitthvað eitt review haft bara þvílíkt slæm áhrif þó að það ekkert markað sko. Já, það er alveg rétt og stundum er það þannig að það kemur eitthvað umsögn sem á ekki rétt á sér. Þá getur þetta bara reportað slíkt og þá er það bara fellt út og raun og veru hefur ekki áhrif á einhvern hótelsins. En þetta auðvitað mjög áhugavert að stærsti hótelsali í heiminum, stærsti leigubílaðili í heiminum á engan leigubíl, stærsti hótelaðili í heiminum á ekkert hótel. Nei, nákvæmlega. Svo aðeins sem selur mest á hótelum á ekkert hótel. Þetta er auðvitað bara nýr veruleiki sem við búum við sko. Og Uberinu auðvitað í leigubílunum sko. Þannig að þetta er áhugavert. En þetta framtíðin og það þýðir ekkert að spilna á móti, það er bara að spila með. Sko, við erum að detti rittarspurningarnar. Tvent sem ég langar að taka áður, það er annars vegar það sko að því að talandum skemmtileg triks til þess að fá betra herbergi. Betra á ég að skráða mig sem doktorleifur í nóttinni, það ekki að vel? Nei, ég í gamla dag einhvern tíma að prófa þetta virka aldrei. Ég get alveg sagt það, kannski einhvers staðar getur það virkað en triks bara að vera í beinu sambandi við hótelið og bara ekki hika við að spyrja upgrade sko. Bara alveg absolutt. Alltaf að spyrja allavega. Já, helst að segja það sé eitthvað anniversary eða eitthvað skilur. Þá svona meiri líkur og hvað maður átt afmæli oft maður. Já, geggja. En sko hitt var að og þetta opin spurning, en sko vöxturinn á Íslandshótelum hefur náttúrulega verið bara í raun og veru lygilegur og alveg svakalegur sko. Ef við förum aðeins yfir þetta, hver svona einhver ævintýri þegar þú horfir tilbaka því þú nú lifa á hræst í þessum heimi? Já, þetta alveg rétt hjá okkur. Það svolítið svona áhugavert að horfa tilbaka. Hvar voru við bara fyrir 10 árum síðan, sko, 2013, þá voru við að reka innan við 1000 hótelherbyggi. Það er búið að tvöfalda þetta. Þetta tæplega 2000 herbyggi sem við rekum í dag. Vorum að velta einhverju 4 milljörðum hann á þessum tíma, í dag 16,8. Þetta alveg búið að vera þvílík uppbygging sem búið í gangi. Já, það búið að vera mikið ævintýrum og svo sem ekkit svona sérstæð sem kemur endilega í huga annað en bara, þú veist, það þessi öll þessi uppbygging, þessi nýju hótel sem við höfum verið að opna og byggja auðvitað búin að vinna þetta með mörgum hönnum, sum hótel auðvitað bara gríðarlega, auðvitað ég ánægð með öll hótelin en sum þeir eru svona sérstaklega vel heppnuð og það sem að bara einhvern veginn svona hönnun og hótelinu og staðsetning og annars slíkt einhvern veginn bara gengur 100% upp. Við sjáum til dæmis nýri í Hótel Reykjavík sögunni í Lækjargötu, mér finnst svo bygging og öll einhvern veginn passa mjög vel þar inn. Þetta svona eins og þetta séu nokkur hús og við erum gríðarlega ánægð með þá hönnun. Fosshotel Jökulsárlón fyrir austan í dag talað um þetta á netinu skilur við gist á Íslandi The Batman Style skilur þú veist sem svona svolítið skemmtilegt en það er svona svart hótel bara middle of nowhere alveg eitt algjörlega eitt þarna og það er ekkert þannig kring sko það mjög skemmtilegt og svo þetta svona mjög svona romantísk hönnun á hótelin í Mývatnssveitin líka þannig að þetta svona stendur upp úr það það að í raun og veru að byggja eitthvað upp svona það sem að sér fyrst bara á okkur teikniborði sko og svona þú veist hvernig ætlum við að fara að þessu og svo að klára þetta og sjá þetta skila góðum arði og slá í gegn hjá okkar viðskiptavin það er bara kannski eitt sem langar að spyrja að varðandi verðlagningu sko einhver svona jafnvægispunktur það sem að gesturinn tilbúin að borga eitthvað veit hann fær gæði en einhver tala sem á ekki til dæmis fara upp fyrir fattar eitthvað á við
þú veist, eins og þegar ég að fara að leita mér að frí að þá vill ég vera geggju hóteli en ég er ekki tilbúin að borga meira en kannski 50 skall nóttin, skilur hvað við maður þarf að finna eitthvað svona, er þetta ekki erfitt? Jú, sko þetta þetta bara þessi svona lifandi tekjustýring sem í gangi hjá okkur bara day by day og klukkutíma fyrir klukkutíma þú veist, þegar ég kom aftur inn í félagið 2009 þá var þetta þannig það var bara búið að festa verð á netinu til næstu 6 mánaða það bara kosta 8.900 kall hótelherbyggið og það var alveg sama hvort það var 100% nýting eða 10% nýting svona var þetta hérna á árum áður sem betur fyrir hefur þetta breyst gríðilega mikið og í dag þetta bara mjög svona lifandi tekjustýring bara dynamic pricing algjörlega, það bara, þú veist ég menna, ef þú ert að reyna að bóka síðasta herbergið á ykkur ákveðnu hótel hjá okkur þá kostar það bara ákveðin og þú hefur þetta þá bara alltaf valið en ég hef svo sem þess að þumputta reglu hjá mig líka og það skiptir máli hvort að maður sé að fara kannski hálfa mánuð eða bara yfir eina helgi ef maður fer yfir eina helgi þá á maður til í að kannski að setja aðeins meiri pening í þetta því að það rosalega gaman að fara inn á hótel sem að þú fær bara svona alvöru upplifun og það skilur svo mikið eftir og það það sem við auðvitað búin að vera að byggja upp hjá okkur þú veist, jú, við erum búin að byggja upp ný hótel, efla gæðin og annað slíkt en það þjónustand nummer 1 og 3 og það sem að þú manst eftir þú ert að ferðast og bara svona manst eftir einhverju svona frábæri þjónustu sem þú varst fyrir manst ekkert eftir hvort að rúmið var svona eða stóllinn svona eða eitthvað hinsegin en þú manst eftir þessu gæja sem var að þjónustaði eða þessa konu sem var í móttökunni þú veist, eitthvað svona, það situr eftir Já, kannski sko, að því vorum að tala þetta bæði fasteinafélag og svo þetta rekstur ég var oft pælt í, sko, bæði með flugfélag og með hótel, segjum bara að setja þeim út með 70% nýtingu í venjulega árferði borga sig ekki bara að selja restina herbyggjunum bara 1000 kall eða eitthvað svo þú fáir alltaf bara 100% nýtingu Já, þá bara býðum við öll með að bóka okkur þangað til að við býðum eftir að herbyggja verði selt á 1000 kall, sko. Þannig að það virkar ekki on the long run, sko. Já, þetta þetta góða punktur. Já, þannig að þú þarft að þetta, Já, þá myndir alltaf bara býða, Já, og það, eins og áður fyrir til dæmis, það var auðvitað svolítið þannig að þú þurftir að bóka bara nógu snemma til að fá besta verðið, eins og með flugsætin og svona. Þetta hefur breyst mjög mikið. Það er oft þannig að þú getur dottið inn á betri díla ef að það er jafnvel nær fluginu, sko, en það er kannski ekki 1000 kallinn, sko. Ég nefndi bara eitthvað tölu, sko. Já. Þannig að en þetta þetta er svona þessi lifandi tekjustýring þar sem að við þurfum svolítið að svona auðvitað þannig að þú ert með eitthvað hótelherbyggi, þetta er bara alveg svo flugvél þú ert með eitthvað ákveðin fjölda herbergjum sem að þú svona sænar í kannski stóru samningsaðilina sem eru ferðaskrifstofurnar og slíkt, síðan ertu bara með ákveðu vöruról sem að þú setur inn í einstaklingarnir sem bara bóka beint annað þeir eru gegnum bókunarvél og þetta getur verið mjög mismunandi hvort þú ert að tala stórt ráðstefnuhótel í Reykjavík sem er með 311 herbergi og no pláss, þá ertu þetta með mikið meira hópum þar inni eða þú ert kannski komin í eitthvað annað hótel sem er minna út á landi og með mikla háa nýtingu og þá ertu bara með einstaklinga þar inni, sko, þannig að þú vilt geta þá stýrt þeirri verðlegningu miklu meira, sko. Og þetta er ekki nonn á takkan, þetta er einhver það er ekki einhver starfsmaður þetta er auðvitað bara öflug tekjustýringadeild hjá okkur og við auðvitað erum að nýta nokkra hugbúnaði í þessu líka þannig að þetta verður bara algjörlega breyst þannig með 8 og 9 kallinn sem ég nefndi á hann 2009 ég myndi halda að spyrja á hann tips til að fá uppgreiti, væri ekki líka að segja eitthvað svona ég er að gefa hótelin einhver einhvern eða eitthvað þannig Já, ég held að sko það er bara svo stór hluti af fólki sem er að gefa okkur einhvern, sko. Þú segist alltaf að gefa okkur einhvern, það er bara, já, ok, takk fyrir það. Farið í rauna, þú nummer 4000. Ég kjallar að með sko, eitt í þessu að því ég keyrði nú fram hjá þessu forlóta hótelum daginn Fossatvel Jökulsárlón Batman hótelinu og þetta stendur gjörsamlega eitt og sér bara eins og smá út í eyðimörkinni, sko. En þetta er auðvitað frábærum stað á milli Víkur í Mýrdal og síðan Jökulsárlóns sko, en það sem ég hugsaði var bara er ekki alveg möguleiki að þetta sko, stóra og flotta hótel kannski gisti bara enginn annað af því þetta er út í þetta er ekki nálægt neinu var þetta áhættu samt hvernig meti svona stóra fjárfestingu óra fyrir öllu í raun og middle of nowhere, sko.
Já, þetta mjög góðu punktur og góð spurning sko, þegar að við vorum að leita af stað fyrir hótel á þessu svæði, þá þekktum við aðeins eins og við höfum verið þarna að leigja eða verið í rekstri í Skaftafelli, eða sérst rétt hjá Skaftafelli Fosshótel Skaftafelli á þeim tíma í Freysnesi, þannig að við þekktum þetta svæði, það Öræfasveitin líka mjög nálægt sko, þannig að við þekktum þetta svæði ágætlega vel og vissum það alveg að þetta vinsælt svæði af því að Jökulsárlón mjög mikið aðdráttarafl og þannig að þegar að við duttum niður á þetta svæði sem mjög nálægt Jökulsárlóni að þá auðvitað fórum við að skoða svona, þú veist hvað ef að komast við vorum búin að skoða nokkrar aðra staðsetningar, ræða við heimamenn sem mjög mikilvægt af því að skilaboðin sem þú fær þar auðvitað, ég myndi nú ekki reisa á hótel þarna hafi verið svona jarðhræringar og alls konar hlutir að gerast sko í fortíðinni þannig að vanda þetta vel og þannig að við í raun og veru þegar eins og segja vorum búin að skoða Fjallsárlón, vorum búin að skoða svona fullt af flottum staðsetningum sko, að þá endum við þarna og í góðu samstarfi við sem sagt bændunir sem eiga þarna þessa lóð og það bara þannig að þetta hótel einhvern veginn var bara success frá day one. Það bara svoleiðis, það eiginlega alveg sama hvort þú komir hann í nóvember eða komir hann í júlí sko, ég ætla ekki endilega að segja að sé sko sama nákvæmlega nýtingin en það mjög góð nýting að allt árið kring. Já, þannig að þú býður ekkit getur þetta að kíkja þangað þú býður ekkit fram á seinasta dag og fara síðan 1000 kall ólíklegt það ólíklegt það komið að riddarspurningum í blandi almennu spurningarnar og ég held að sé líka komið að því að við komum inn á nokkra góða vinn okkar. Já, hvernig væri það nú? Getum ekki gleymt þeim, Búllan Svo langbesta Já, eins og komið Ben vinnum minn sagði Þeir eru líka með app, mér finnst það oft glemast Þeir eru með app, Búllu-appið Þeir eru með Búllu-appið, Tommabúllinni og fullta sko talandi að því að hann byrjaði með eitt hótel sko fyrir 30 ára síðan heldur að Tommi hefði ætlað að hann væri komið með app núna sem að væri langstæstir ég veit ekki Nei, ég ekki viss, en þetta náttúrulega bara sko, aftur gaman að auglýsa fyrirtæki sem eru fremst á sínu sviði og það Búllan svo sannarlega, bestu hamborgara bara á Íslandi og þó við að vera að leita jafnvel í Bretlandi líka, en Ellingsen Salora ferðaþvottavélarnar á 50% afslætti þessa dag Panta henni í herbyggi á þeim ein spurning á þetta við hérna og nú ætlar að hjálpa okkur þetta sko þú kemur í ljós úr hverju út gerður sko hvað stútfullt af járni, vítamíni og steinefnum bætir meltinguna og sumir telja að þetta sé leynihráefnið í svefnherberginu máttuðum vísbendingu og hringi vinn Já, ég fæ vísbendingu en þetta $1 million spurningin ok, þú byrður vísbendingu hver hún? Þetta ofurfæða Þetta ofurfæða og hjálpar við hæðirnar, þetta hæðalósandi í raun og veru Já, hvað tengist það svefnherberginu? Þetta einhver vilja meina að þetta sé leynitrixi styrningalif Já, ok þú mútt ringi við inn líka ég ringi við inn það David Jones döðlunar Rétt, það David Jones döðlunar Hann klikkar ekki á þessu aftur næsta kemur, það nokkuð ljóst Ég borði ekki döðlur Þú borði ekki döðlur Köttum þetta út En ef ég myndi borða döðlur Nei, sami brandar Já, býttu hver var þetta? Það var eitt viðmælandi hjá okkur sem var með hennar brandar Ég var eftir Svo erum við reyndar aldrei svo vant ekki að fá okkur búdvar Nei, og veistu okkur það að það var starfum á okkur Já, það var drukkin En ég vissum að vinnur okkar sem að fenga lánaðan hafi notið góðs að því En í staðin erum við að drekka klaka í dag sem ekki síðri Ekki síðri, ekki það maður vaknar líka alltaf feskur eftir búdvarinn Og eftir klakan En það komið að riddarspurningun Getur þú kannski rétt með eitt klaka? Herðu, Nei, alltaf fram Sko, að því að vinnur okkar í Búdvar hann nú mikill kissmaður og hann veit einnig að Davíð, þú ert mikill kissari þetta komist við það Þannig að Atli spyr hvað besta kisslagið? Já, Atli snillíkur, ég kannast vel við hann þetta einfalt svar og ég vona að Atli veri stoltur af þessu svari það lagið Cold Gin, ekki spurning
Ef þið þekkið ekki lagið Cold Gin með Kiss, þá mæli ég með því að fari bara á Spotify og leiðinni heim og hlusti á þetta. Já, við getum þurft að gera það. Já, þetta er riffdauðans og geggjaðu B-kabli, það er svona millikabli þarna, þannig að það er það, Cold Gin. Já, en Davíð, hvernig kemur, af hverju ertu svona harður kissari, eins og Atli? Sko, ég ólst upp í Kópavoginum og allir sem að ólust upp í Kópavoginum á þessum árum, þeir voru annarkvort Kiss eða AC/DC. Og mér fannst bara allt í kringum málningadótiri hjá Kiss bara vera málið. Þetta var ég bara 6 ára sko því þetta byrjaði sko. Þannig að síðan þá hef ég bara alltaf verið mikill Kiss-maður. Þetta svona fjaraðins undan þessu svona þegar maður fór sko júlingsaldurinn og allt í nú kom Duran og maður fekk sér strípur og setti hárlakki hárið. Þannig að það breyttist mikið en ég er búinn að fara nokkru sinnum út að sjá það og ég og svo strákurinn minn líka, þannig að við erum svona báðir svona og sáum síðustu tónleika þeirra, þeir héldu í beinu streymi frá Madison Square Garden, þá héldu streymis tónleika núna bara fyrir stuttu síðan og það voru bara síðustu tónleikar ever og við keiftum okkur streymi og vöktum fram eftir nóttu og horfðum á þessu tónleika. Já. Það var vel þess virði. Já. Ég veit að mann gera pæli, já, Atli með hlaðvarp Kiss. Já. Það var rétt. Það er rétt. Davíð, þú... Ég er ekki þar samt, sko. Það er bara að þá reyna. Spilar á hljóðfæri? Já, ég spila á hljóðfæri. Ég er gamall trommuleikari, þannig að ég spila á trommur og svo get ég nú svona glamrað á gítar og píano og bassa og you name it. Það er ómælda virðingu fyrir mönnum sem geta haldið takti og hvað þá spila á trommur. Já. Og stýrt hótela með það. Já, og að veri slarkfæra á öll hinn hljóðfæri basically líka, sko, það er alvöru. Látum okkur sjá. Sko, Subway-menn ekki hanga mig á þessu. Ég ber enga ábyrgð á þessu. Ég fleysi fram án ábyrgðar, en ég ætla ekki að trúa mínum einu augum þegar ég sá að bræðingurinn var undir 2.4. Mér gæti verið að mismuna. 12 tómi? 12 tómi bræðingur. Nei, þú lítur að þið búið með aðeins og marga bútvara þá. Sko. Mögulega var ég búin að geða mér á aðeins og mörgum, en Subway-menn spyrir einfallega að hitta það rista. Rista, klárlega rista sko. Betri borði ekki Subway. Nei, ég tek alltaf sko hálfan BMT og hálfan bræðing. Þetta er snið. Já, þá færið svona smá, þá færið smá twist sko. Þetta eru fréttir. Áttu fyrirmynd í viðskiptaheiminum, spila Subway einnig? Þetta er mín helsta fyrirmynd bara í faðir minn. Það er engin annar sem er svona búin að hafa jafn mikil áhrif á mig eins og hann í gegnum tíðina. Og annar líka sem er bara hefur haft áhrif á mig líka, það er Isador Sharp, stofnandi Four Seasons hótelkeðjunni. Ég er bara búin að lesa mjög mikið eftir hann og hvernig hann svona innleiddi ákveðna hluti í sína starfsemi sem hafði gríðarlega góð áhrif á starfsmannamenningu félagsins og minnkaði starfsmannaveltu og aðra slíkt og við höfum notað heilmikið af hans fræðum í okkar rekstri, þannig að en svona númer 1, 2, 3 er faðir minn. Já, nú þekki ég ekki faðirinn en hann er greinilega búin að byggja upp ásamt hér stórkostlegt fyrirtæki, en ég heyrði einhvern tíma einhverja fiskjusögum að bara ef það er laus flís einhvers staðar bara lengst út í buskanum vissi hann af því, er það hann eða? Bara á einu herbyggi? Þetta er alveg hárrétt hjá þér, hann er með The Sixth Sense, hvað kemur að svona hlutum og það er þannig í dag að hann er mjög duglegur að hreyfa sig og fer í göngutúra og svona og hringir í mig oft og læt mig vita þegar eitthvað sem betur mætti fara á hótelum hjá okkur, hann er í gæða eftirlitinu líka þannig að það er bara gríðarlega gott og, en hann hefur ótrúlega naskur á svona hluti. Já. Algjörlega. Já. Hvenær munum við sjá en sanna kóng Íslandshótela Þórhall Ólafsson taka við batterínu, spyr Þórður Atli? Já, talandi tekjustýringu strákar, þannig er sem sagt, þetta er Þórhallur bróðir, hann er yfir tekjustýringadeildinni, því vorum að ræða það áðan. Einmitt, já. Og Þórhallur er sem sagt bróðir minn sem að lét yngri bróðir minn halda með Leeds United, þannig að Þórhallur er toppdrengur og báði bræður mínir, og svo er náttúrulega 2 systur sem er yndislega líka. Þannig að já, hvenær tekur hana við? Það er erfitt að segja til það. Já, hann verður að bíða aðeins. Hann verður að bíða. Uppáhalds Íslandshótel og uppáhalds hótel erlendis, spyrir David Jones.
Vist þessi skemmtileg? Þessi góð. Já, þessi maður sem kann að meta gott hótel, sko. Ég veit að Ebban að gera upp á milli barnana sinna, en... Já, ég fekk þessa spurningu núna dagi líka, sko. Ég held að, ég verði bara að segja Foss Hotel Jökulsárlón. Það svona ákveðin taug þar, alveg klárt. Og það svona bara hönnuninn og staðsetningin og allt saman einhvern veginn, bara allt gengur upp þarna. Ótrúlega flotti stjórnendur á þessu hóteli, maturinn geggjar og kemur inn á barina, það svona pínu New York stemning á barnum, skilur þú veist. Já, ég var að hugsa það líka. Þannig að þetta alveg ótrúlega vel hefna hótel og það svona, já, það bara í miklu uppáldi, auðvitað Hótel Reykjavík Saga, nýja hótel okkar í Lækjargötu. Ég bara svo lélegur að gista á hótelum í Reykjavík sjálfur. Það náttúrulega skömm að segja frá þessu sem hótelmaður. Þannig að ég veit að það örugglega geggjað að gista þar, sko. En auðvitað ég verið búin að prófa að gista á öllum hótelum okkar en því miður þá ég bara ekki búin að því, sko. Hefur ekkert pælt í að bara selja húsið þetta íbúðina þína? Ég verið að viðkynna það, ég hef ekki alveg verið að hugsa það. En Við erum að flytja þetta, krakkar mínir. Búa á hóteli. Ég hef reynda búið á hóteli. Ég var einhvern tímann, voru búin að selja íbúð og nýja íbúðin okkar var ekki tilbúin fyrir nokkrum árum síðan, þá gisti ég á Grand Hotel í hálfa mánuð. Já. Það þetta svona pínu áskorun að búa svona, þú ert ekki fríi, sko, í svona langa tíma inn á litlu hótelherbergi. Það reyndar, sko, fyndi á skuli minnast það, þegar maður hefur lesið og heyrt fótboltamenn og aðra stjörnur sem að flytja inn á hótel tímabundið eða kannski jafnvel í einhvern smá tíma og hvart að segja sáran en maður, Svo sér maður myndirnar að herbyggjanum auðmingja kallið. Þetta getur bara algjör veisla. Jú, þeir eru sjálfsagt þar í einhverjum 100 fermetra bara, þú veist, alvöru bara íbúðum, sko. Þannig að ég vorkenni mikið neitt. Já, það Mourinho að tala það var United, ég að búa þessu hóteli í 3 mánuði, myndir á svítunni, sko, þvæla, sko. Veitu, hinn spurningin. Já, hótel Erlendis. Já, sko, það eiginlega 2 hótel sem koma til greina þarna. Það Four Seasons hótelin á Park Lane í London. Það hefur verið, ég og Særún kona mín fórum þangað 2017, gríðarlega flott hótel. Það sem að þeir gera mjög vel þetta hótelið fyrsta flokks, þjónustan frábær. Sko, þeir vissu það því ég gekk inn á hótelið í Good morning Mr. and Mrs. Olafsson. Ég bara, hvernig vissu þau að þetta var ég, sko. Og ég var búin að leggja nokkru svona gildur fyrir þau, það var eiginlega bara nánast sama hvernig ég hitti, það var alltaf Good morning Mr. Olafsson. Í alvöru? Þetta var ótrúlegt. Það var bara að setja sig hárkollu og askur. Nei, ég segi það kannski ekki alveg, en þetta var alveg ótrúlegt, ótrúleg upplifun og þeir leggja gríðarlega áherslu á þessa hluti og þetta skiptir svolítið miklu máli. Já. Þannig að það eitt og svo ég og Særún erum svo duglega að ferðast að við gistum á rosalega flottu hóteli, það heitir One Hotel og í Toronto í Kanada. Það sem þetta sem sagt sá sem að seldi núna nýverið Starwood hótelkeðina til Marriott. Starwood átti í Sheraton og fullt af fleiri hótelum, einn stærsta hótelkeði heims. Marriott kaupir hana og þessi aðili sem sagt hann fer og stofnar þetta hótel og þau eru núna orðin ansi mörg í heiminum og þetta hótel hefur verið svona bara framúrskarandi í öllu sem snýra sjálfbærni. Veist, og það var bara upplifun, þarna var báðum þessum hótelum sem nefni var hótelnóttin frekar dýr en algjörlega þess virði. Þannig að One Hotel mæli með því líka. Kannski eitt af því að við tölum ekki mikið sjálfbærni en ég sá að í fréttum þá talaði þú aðeins sjálfbærni. Hvernig getur Íslandshótel, hvernig eru þið að pæli sjálfbærni og hvernig getur Sko við höfum pælt í þessu mjög lengi. Við vorum fyrsta hótel landsins sem að fekk Svansvottun til dæmis sem var Hótel Reykjavík Grand árið 2012 og það var meira svo á þeim tíma það var bara erfitt að fá svansvottaða vörur, sko, og þær voru allar mjög dýrar líka og annars líkt svona í reksturinn, sko. En það er mjög auðvelt í dag. Það sem við erum að gera núna, við erum að stíga eiginlega risastórt skref, við erum að klára Green Key vottun og öllum okkar hótelum. Green Key raun og veru útbreiddasta alþjóðlega umhverfisviðurkenningin, mjög strangi staðlar, þannig verið að taka á vatnsnotkun og rafmagnsnotkun, vesli heimabyggð, styrkja nær umhverfi hótelun okkar og svona önnur svona samfélagslega verkefni, gríðarlega öflugur staðall og vel þekktur.
þannig að í þessum svona hospitality geira eða hótel geirunum, þannig að við erum að klára það, við erum eiginlega bara síðustu hótelin verða vottu núna í sumar, núna í júní, þannig að það bara, við erum gríðarlega spennt fyrir því og það er þannig að þið sjáu þetta inn á bókunarvélunum sko, það er hótelunum er gefin einkunn eftir í hvar þeir standa í sustainability og gestir eru að pæla í þessu gestir eru að pæla í þessu og kynslóðuna sem er að koma og eftir mér, þeir eru nú aðeins yngri en ég örugglega, að þá það eru fattar að pæla meir og meir í þessu miklu meir en við gerðum og ég gerði sko. Já, algjörlega Sko, bónusmenn Já. Þetta bjóð upp á hagstæðasta verið og það er bara þannig ég fór og veslaði kjúklingalundir hann í gær og mikið svakalega voru það góður en það sem meira skiptir hagstæðar sko, þeir eru að velta fyrir sér sko, þeir eru raun og veru bara spá í þessa 17% markaðslúdeild sem að Íslandshótel eru með í dag sko, með þessar tölur maður held kannski að þetta væri meira Já. Erum við grófið þar að? Nei, sko, það halda það gjarna margir að við séum með stærri markaðslúdeild en hún er raunverulega þetta og þá er þannig verið raunverulega að horfa bara á framboð á hótelum á Íslandi og svo bara framboði hjá okkur. Þá er þetta 17%. Það eru þetta þannig að það eru gríðarlega mikill fjöldi af svona einyrkjum út alland og það er eitthvað sem við sjáum bara það eru kannski einhverjar bara 4 hótelkeðjur en svo eru bara allir einyrkjarnir þannig að þetta er bara raunveruleg talan hjá okkur sko. Já, þeir taka svona stóran skerf þannig að þannig að til dæmis þessi Airbnb-löggjöf gæti haft bara raunverulega þýðingu fyrir ykkur Já, hún gæti gert það að það yrði bara meiri ásóknin á hótelin þannig að það er bara að því að sko það er auðvitað þannig og við sjáum það og þegar maður er að tala við fólk sem búin að vera svona í þessu Airbnb pælingum sko sérstaklega kannski fyrir faraldur að svona in the end þú ert að hugsa allt þetta vesen sem að fylgir þessu þú þarft að standa yfir þessu og allt þetta sem er í gangi svo bara in the end hugsaður með hvað raunverulega var það eftir þú veist, hvað situr eftir á móti því að geta verið bara með þetta í langtímalegu nákvæmlega þarna er sko Já, fyrir utan allan heldist tíma sem þetta tekur Já, sem þetta tekur sko þarna spyr maður sig sko hvernig hefur hlutdeild einyrkjans þróast á hótelmarkaðum? Já, það hafa kannski ekki verið að opna mjög mörg hótel svona undanfarið svona stand-alone hótel svona fyrir utan svona þessa eins og ég nefndi áðan auðvitað Edison opnaði það auðvitað bara eitt hótel það er ekki svona einyrki sko, það er auðvitað hluti af alþjóðlegri keðju þannig að ég held að ég er svona bara man ekki alveg eftir í augnablikinu hvað einhver svona nýlegu dæmi það sem einhver einyrki hefur opnað hótelin Ég átti kannski meira við bara svona heimagisting og þú veist minni aðlar sem að bara er að leiða Airbnb í búðuna sína og bara, Já, byrju Hvers hefur það ekki fæst í aukana að setja bara mjög lítil heimagisting þess að við erum bara að tala um heimagisting ef við spáum bara í markaðslúdeildinni í heild sinni þá eru þið með 17% svo erum við með Tvær keðjur, og svo ertu með hins vegar alla hina, basically. Já, en þetta er bara 17% af hótelmarkaði. Þetta er 17% af hótelmarkaði. Já, þetta er ekki íbúðir eða gistiheimili. Nei. Þannig að við erum bara með 17% af hótelmarkaðum. Ef þú færð að taka alla gistingu þá eru þetta okkar markaðslut miklu minni. Já. En þið ætlaðu að auka hana eða ekki? Já, sjálfsögðu við höfum verið að auka hana undanförnum árum og sjáum tækifæri bæði spennandi verkefni svo skóabáðahótelið. Ekki Sjallareiturinn líka? Sjallareiturinn, við eigum hann líka og búin að eiga hann í svolítið tíma og búin að halda hann á Er ekki nokkur. verið að fara að halda seinasta balli núna? Heyrðu, er ekki búið að vera að halda síðasta balli hans í hóf? Þannig að já, það eru tækifæri víða annars staðar á landinu líka. Nú ekkit endilega með alltaf að byggja eitthvað nýtt sko, það má líka skoða kaupa á öðrum hótelum og annars líkt sko. Er einhver blettur á landinu það sem að því að finnst stór vanta Íslandshótel? Já, Já, alveg klárt.
En ég ætla ekki að segja, jú, ég get alveg sagt ekki. Það hérna, sko, það nú nokkri staðir, við erum ekki á Akureyri, þannig að það bara búið að taka ákvörðun við það, þannig að það bara mjög gott mál. Það auðvitað svæðan á Suðurlandinu sem við erum ekki, við erum með hótel, Fosshótel Heklu sem reynda lokuð núna á Skeiðunum, svo bara ekkert fyrir nú kemur bara austan við Kirkjubæklaustur þar sem við erum með Fosshótel Núpa. Þannig að þetta svæði þarna frá svona Hvolsvelli og austur úr ekkert Íslandshótel, ekkert Fosshótel, þannig að það eru tækifæri, alveg klárlega og víðar. Þið eru á Patreksfirði eða ekki? Jú. Sko, bara því að eru margir á Ísafirði búin að hafa sambandið með og spyrja mig hvenær ætla bónusmenn að ganga frá framkvæmdunum þar og það að gerast alveg þolumóð. Það eru viðgerð í búðinu þar. Ef sko tölum að þessum Íslandshótel í samanburði við aðra hótelkeður á Íslandi, hvað aðgreinir Íslandshótel frá öðrum hótelkeðum á Íslandi? Já, þetta mjög góð spurning. Ég myndi segja að svona þjónustu stíð hjá okkur mjög hátt. Það bara okkar hlutverk að veita einstaka gestrisni. Þannig að það bara mjög skýrt í okkar DNA og þannig að það aðgreinir okkur að mörguleiti frá hinnum. Svo erum við þetta með mjög flottan morgumat á öllum hótelum. Það alveg sama hvort þú sért að gista á 3-stjörnu hótelin í Reykjavík eða út á landi, við erum alltaf, það bacon, það egg og það pulsurnar, það ákveð úrval af brauði, ávextir, alltaf fest, áleggið og allt þetta. Við erum með þetta eitthvað sem bara búið að vera núna í mörg ár hjá okkur, mjög flottir í morgumat og það skiptir, við sem erum hérna að ferðast við vitum það sko, herbergi eitt sko, gott rúm alveg lykilatriði, góður morgumatur alveg mikilvægasta máltíð dagsins. Það bara svoleiðis. Þannig ég myndi segja það, þetta svona þjónustustig og morgumatur, þarna erum við alveg bara upp á 10. Þá langar mér bara örsnögt að minna á okkar menni Kimi. Þegar það gæti nú verið komin tíma Hermann Guðmundsson drífa út ykkur, hemmi maður hann var að skrifa skemmtilega pistil núna hann skrifa þetta alveg skemmtilega við erum ekki hemma auðlýsingar en ég er gaman hann byrjum bara að auðlýsa Hermann grísir frá og í lítar Kevin.is með mikið skemmtilega vöru sem ég hvet ykkur til að skoða. Það held ég bara komið að seinustu spurning kvöldsins í þessum annars mjög skemmtilega þetta og fróðlega og sorry stingi mig bara í steinin. Allir að taka þátt í A-bókinni. Þeir sem hafa tök á. Birkir, má ekki bara leyfa þér að þegar heiðurinn að segja spurningunni? Sko, ég með 2 spurningar, 2 lokaspurningar og einu alltaf búið frumherja, allir með 5 í endastaf að drífa sig í skoðun. Næst síðan spurningin fyrir þá sem eru kannski að velta fyrir sér, á ég að taka þátt eða ekki, ertu með einhver svona orð til þeirra og hvert þið að stefna og af hverju fólk ætti að fjárfesta í ykkur? Já, bara takið upplýsta ákvörðun. Það svona kannski það svona helsta sem ég segi. Ég reyna að passa mig hvað ég má segja og hvað ég get sagt. Það auðvitað hefur verið hefð fyrir því að taka þátt í útboði eins og þið komið sjálfur inn á áðan sko. Þannig að framtíðin í björt í ferðarþjónustunni, þannig að það gefur upplýst ákvörðun. Algjörlega. Og þá síðast spurningin, þegar þessu útboði lokið allt, verður við ekki að halda eitthvað skákmót á hótelunum ykkar? Ekki spurning. Ég sita í ykkar hendur. Ég sita í ykkar hendur að skipuleggja það, ekki spurning. Ég veit ekki hvað við komum mörgum allavega til Jökulsárlóns, en ef við komum við með þá væri það rosalegt. Ekki spurning. Það væri mjög gaman. Davíð Torfi Ólafsson, takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis, búið, mjög gaman að vera með ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega.